Já, hingað kominn Árni Páll Árnason, ekki sem stjórnmálamaður heldur sem, já, þú ert lögfræðingur og þú ert sérmenntaður í Evrópurétti. Já. Og við ætlum að tala um Brexit, sem náttúrulega stórmál, snertir okkur Íslendinga, Evrópusambandið, EES-samningin og allt það. Og það kannski svona spurningin sem við erum að velta fyrir okkur hérna á Íslandi, sumir hafa sagt að þeir eru tækifæri í þessu fyrir okkur, og svo aðrir sem segja að nei, það ekki tækifæri í þessu fyrir okkur, þetta bara tómt vandamál. Ég held að það sé erfitt að sjá tækifæri í þessu vegna þess að við erum núna með eiginlega algerlega hindrunarlausan aðgang að Bretlandsmarkaði, sem hefur verið lengi mikilvægur útflutningsmarkaður okkar, og það erfitt að fá meira en fullkomin aðgang að markaði. Það alla líkur á því að ef það verða einhverjar breytingar þá verður það eftir hins verra, en það ekkert útilokað að okkur takist að tryggja fullan aðgang, en óvissan mikil vegna þess líka að það ekki alveg ljóst og Bretar hafa ekki alveg lagt það niður fyrir sér hvernig þeir vilja nákvæmlega sjá framtíða fyrirkomulagi vera. En sko þeir vilja til dæmis ekki fara inn í þetta EES-dæmi sem að sko við og Noregur erum í þessu, sem náttúrulega það sem veitir okkur þennan aðgang að innri markaðnum. Þeir vilja ekkert slíkt. Nei, og það í sjálfu sér nokkuð undrunarefni þegar það kom fram frá stjórnvöldum, vegna þess að mjög margir af þeim sem höfðu talað fyrir því að fara út úr Evrópusambandinu í Bretlandi höfðu einmitt talað það sem valkost, einhvers konar annars konar fyrirkomulag sem menn væru hluti af innri markaðnum en ekki aðilar fullu og öllu leyti og fengju kannski meiri stjórn á innflytjendamálum sérstaklega. Síðan kemur svo ákvörðun að sækjast ekki eftir aðild að innri markaðnum og það held ég hafi komið líka Evrópusambandinu nokkuð óvart. Það voru mörg ríki þar. Ég búinn að skoða afstöðu eiginlega allra 27 aðildarríkjanna. Flest þeirra voru tilbúin í svona mjúka útgáfu af útgöngu vegna þess að þau bjuggust við að Bretar mundu rétt eins og Noregur og Ísland vera tilbúin að vera aðilar að innri markaðnum að einhverju eða fullu leyti og greiða fyrir það eitthvað aðgangsgjald og lúta einhvers konar eftirliti. En það sem sagt ekki á borðinu hálfu Breta, en það sem vandamálið innanlands í Bretlandi að ríkisstjórnin búin að segja að hún ætli ekki að fá aðild að innri markaðnum, hún ætli ekki að lúta sameiginlegu eftirliti dómstóls og hún ætli ekki að greiða peninga inn, en hún vilji fá aðgang fyrir sérstaklega, það var nefnt fjármálakerfið og talað sérstaklega líka bílaiðnaðinn og svo framvegis. Það verður mjög erfitt fyrir forsætisráðherrann held ég og ríkisstjórnin að koma tilbaka þá með samning sem segir sko við verðum að borga eitthvað. En þeir vilja bara fá að velja og hafna bara eins og af einhverju hlaðborði eða hvað, það sem þeir fá og það sem þeir gefa eftir. Já, það svolítið, sko, mér finnst umræðan, hún hefur náttúrulega, það fer aldrei vel með menn í aðdraganda samninga að sitja bara einir inn í herbergi og ímynda sér hvað mótaðili muni gera. Og það eru Bretar búnir að vera að gera í sjálfsögðu í 9 mánuði. Og umræðan hefur snúist mikið þras það hvað Evrópusambandið vilji og hvort Evrópusambandið þurfa á Bretum að halda eða ekki og svo framvegis. Ég hef nú unnið mikið í milliríkjasamningum og lykilatriðið það að þú verður að taka svona 360 gráðu analýsu. Þú verður að horfa á öll sjónarmið. Þú verður að átta þig á því að mótaðilinn, hann á alltaf leik og hann getur alveg haft hagsmuni sem þú óskar ekki að hann hafi. Og hann getur valið að leika leiki sem koma þér illa, jafnvel þó það skaði hans hagsmuni. Og mér finnst það mikið skort á það af hálfu Breta og líka eins og bara í undirbúningi samningaviðræðna þá virðist embættismenn sem hafa svona verið frekar jákvæðir gagnvart Evrópusambandinu þeir virðast ekki vera hafðir með. Þannig að það gæti alveg verið að menn séu svolítið að blekkja sjálfa sig og því við hverju sé að búast og það verði þá líka þannig að ef að samningsniðurstaðan hljóðar upp á eitthvað annað, þá verður erfitt að selja hana því að það sé búið að keyra upp væntingar meðal almenning sem að menn geti bara farið burt og það kosti ekki neitt, það kosti ekkert í efnahagslegum ávinningi en eitt slíkt. En þeir þurfa að semja aftur allan markaðsaðgang fyrir ekki bara sig, heldur líka fyrir Skota og fyrir Norður-Íra. Norður-Íra eiga landamæri að Evrópusambandinu og það vandamál og getur náttúrulega hleypt öll í bál og brand þar. Og það sem verra flækjustíðið á þessu enn meira vegna þess að þeir eru núna búnir að segja þeir ætli úr Evrópusambandinu eftir 2 ár og þeir fara úr Evrópusambandinu 29. mars 2019 óháð því hvort það verið búið að semja eitthvað eða ekki. Klukkan gengur á þá núna að fá einhverja niðurstöðu. Evrópusambandið vill byrja á að ræða
aðskilja sem sagt hvernig menn ganga frá sameiginlegum skuldbindingum og slíku. Já. Og svo verði farið að ræða hitt. Þeir segja þó, Evrópusambandið segir þó að málefni Írlands verði rædd strax í upphafi því að það skipt svo miklu máli varðandi hinn sameiginlegu landamæri. En svona framtíðar fyrirkomulagið og hvað hægt að fá og hvað ekki hægt að fá að það alveg óvíst hvenær menn komast í þær samningaviðræður. Evrópusambandið vill ekki ræða það fyrir en búið að ræða skilnaðinn. Já. Við erum með skilnaðinn hjól, við ætlum að ræða hvernig við deilum búinu, svo ætlum við að ræða hvernig við höfum þetta með börnin og þeir segja bara að það verði að hafa náðst fullnægjandi árangur af því áður en hitt verði opnað. En græðir Evrópusambandið eitthvað á því að vera of hart í þessum samningaviðræðum? Og Evrópusambandið held ég hafi engan áhuga að vera of hart. Ég held að Evrópusambandið hafa alltaf verið tilbúið í einhvers konar lausn svipaða þeirri og Ísland og Noregur hafa, eða Sviss, sem með tvíhliða samning ákveðin svið við Evrópusambandið, en aftur greiðir ákveðið gjald fyrir það og lítur reyndar eftirliti Evrópusambandsins. Ég held að Evrópusambandsríkin hafa alltaf verið tilbúin í einhvern svona samkomulag við Breta, en það held ég að hafa komið þeim á óvart að Bretar stillið ekki þannig upp að þeir sækist eftir því og síðan það líka þannig þegar þú situr svona í 9 mánuði inn í herbergi og sannfærir sjálfan þig ágæti þíns eigin málstaðar að ýmislegt sem hljómar vel þegar að þú færið aldrei feedback á það frá einhverjum öðrum það hljómar ekkit rosa vel þegar þú skrifar það alveg eins og núna í bréfinu hennar þegar hún hótaði að það ekki samstarf öryggismál og það var allt vitlaust og hún eiginlega búin að draga það tilbaka og beðast afsökunar á því. Já, ekki öryggismál þá við Evrópu á þessum viðsjárverðu tímum. En við erum að fara í nær því sem heitir hart Brexit. Er það ekki? Jú, þeir mun alveg örugglega vilja fara út af innri markaðnum og eina sem ég held að verði þessum stærstu óvissuþættirnir verða þá hversu með hvaða hætti þeir semjum aðgang að einstökum geirum. Það sem maður sá fyrir sér að það eru rosa klofnir. Það er mjög athyglisvert að sjá umræðu í Bretlandi núna, það er mikill klofningur og tókstreita og ég held að til dæmis af því að þetta var svo mjótt á mununum og til þess að ungt fólk vildi alls ekki fara út og greiddi atkvæði með aðild í miklu meiri hluta að þá hefði maður alveg séð fyrir sér einhver svona svissnesk lausn, svona kannski ekki að fara í EES en einhver svona svissnesk lausn hefði verið til þess fallin að sætta þjóðina eða svona sameina svona þorra þjóðarinnar. Það virðist ekki vera upp á borði og við vitum og lítið hvað tekur við. Það verður eftir 2 ár. Það verður settur það sem heitir Great Repeal Bill. Það kemur sem sagt gríðarleg löggjöf. Það sem öll gildandi Evrópulöggjöf verður lögfest í bresk lög. Og síðan bætast við á að minnstakosti 7 sviðum, þar á meðal í sjávarútvegi, nýjar reglur. Enginn veit hvað þetta að vera í þeim reglum. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki, sérstaklega í bolfiskútflutningi, eiga alveg gríðarlega mikið undir hindrunarlausum aðgangi að Evrópumarkaði og að Bretlandsmarkaði og sum þeirra skipa upp í Bretlandi og aka síðan vörunni yfir til Evrópu. Það sem alveg, sko, við skulum ekkert blekkja okkur með því að ef Bretar ná ekki að semja við Evrópusambandið gagnkvæma viðurkenningu þá felast í þessu vandræði fyrir okkur því að þú býrð ekki til ný ráðuneyti með nýjum embættismönnum og nýjum völdum öðruvísin að þau völd verði notuð með einhverjum hætti menn munu setja einhverjar nýjar kröfur og það munu koma upp einhver brúneggjarmál hjá þeim og eitthvað og þá verður press á þeirra stjórnmálamenn að bregðast við og þeir munu koma með nýjar reglur sem eru öðruvísi en Evrópureglurnar og svo framvegis og við þurfum að fara að semja við þá okkar viðskipti við þá Besta von okkar væri auðvitað svo ef að það yrði samið gagnkvæma viðurkenningu áfram en með orðræðuna sem ríkisstjórnin hefur notað í Bretlandi þá held ég að hún muni eiga erfitt með að koma tilbaka með samning sem felst í því að Bretar munu ófyrirsjáanlega framtíð virða markaðsreglur Evrópusambandsins í grein eins og sjávarútvegi og skuldbinda sig til þess að viðurkenna alltaf það sem frá Evrópusambandinu komi og lúta sameiginlegu eftirliti. En sko svo innflytjendamálin einhvern veginn orðin aðalmálið í þessu í sko bresku fjölmiðlum og það er alltaf að tala innflytjendamál og þá eru menn farin að hafa áhyggjur af því að ef við missum allt þetta vinnuafl, evrópska vinnuafl, þá til dæmis bara hrynur velferðarþjónustan í Bretlandi. Hún er bara rekin á fólki. Við ekki mýndum okkur hvernig það væri fyrir Íslandi ef allir útlendingarnir færu hérna úr á spítalunum að velferðarþjónustunni. Men það myndi allt hrynja. Já, þetta er mjög gott dæmi hvernig fer þegar stjórnmálamenn ákveða að kenna Evrópusambandinu með eitthvað sem Evrópusambandið ræður ekki yfir. Evrópusambandið hefur ekkert það að segja hvort breskt efnahagslíf háð erlendu vinnuafli eða ekki. Það er ákvörðun
innanlandsákvörðun í Bretlandi að byggja efnahagslífið þannig að þeir þurfi á mörg hundruð þúsund útlendingum á ári að halda. Þeir eru íbúar annarra Evrópusambandsríkja bara helmingurinn af þeim sem eru að koma á hverju ári. Þannig að þarna búið að búa til sko ótta og sem mjög skiljanlegur og það áhyggjur af innflytjendamálum en menn ekki að útfæra það með nokkrum hætti að sko hvað ætla þeir þá að gera að þeir alveg réttið þar velferðarþjónustan uppnámi. Svo annað Barnier samningamaður Evrópusambandsins sem mjög hæfur og flottur maður og ég þekki ágætlega hann sagði daginn við Breta sko ég ekkert á móti því að þið farið í hard Brexit en það þarf að útfæra ýmsa hluti. Hvernig ætlið þið að hætta að vera hluti af innra upplýsingakerfinu sem tryggir að 12.000 trukkar á dag fara hindrunarlaust í gegnum göngin þegar þeir eru farnir út úr Evrópusambandinu. Hvernig á það að gerast? Og hvað þolir breskt efnahagslíf mikla töf? Og hvað má hún vera 5 mínútur, 10 mínútur, 15? Og hvernig á að útfæra þetta? Og það allar þessar stóru spurningar sem eru óútfærðar en þetta verður mjög flókið viðfangsefni á næstu 2 árum. Þakka þér fyrir Árni Páll. Við fáum hingað Dag Eggertsson í settið.